Jæja, vinir, þá ég komin hingað aftur og ætla að færa ykkur, já, ég kalla þennan boðskap dáin eða lifandi. En þegar ég settist niður og fór að svona huglega efnið, þá hugsaði ég alltaf til þeirra sem eru þarna úti. Þið þekki allan þennan boðskap, flest ykkar þekki þennan boðskap. En ég hugsaði, við erum alltaf að boða til þeirra sem eru þarna úti, í gegnum útvarpið okkar, í gegnum netið okkar. En ég bið ykkur bara að sýna mig bara þolinmæði því að ég ætla að byrja því að vera með vitnisburð og síðan ætla ég að koma inn í orðið. En þannig var, þegar ég var ung kona, var ég afskaplega leitandi að einhverjum sálafrið. Mér vantaði eitthvað hér innra með mér, en ég vissi ekki hvað það var. Svo ég fór að þrefa mig áfram. Og eins og margir dróst ég inn í hið dulræna, hið óþekkta. Ég fór til spákonu, ég fór til miðils, á skyggnilýsingafundi, ég prófaði bænarhring, heilun, tarotspil og andaglas. Allt þetta gerði ég, aðeins til að finna frið í sálu minni. Ég átti alltaf mína barnatrú og var mjög virk í öllu sem sneri að trúnni þegar ég var alast upp. Ég bað mikið þegar ég var barn og þegar ég lít tilbaka, þá sé ég að ég átti mína lifandi trú. Ég átti virkt samband við Jesú. Hann var minn besti vinur. Þegar unglingsárin gengu í garð, þá fóru vinirnir að skipta mér máli. Og sambandi við Jesú fjaraði smá saman út. Árin liðu áfram í skóla, vinnu og ekki má gleyma skemmtanalífinu. Nánast hverja helgi var farið út að skemmta sér á hinum ýmsu skemmtistöðum bæjarins. Ég kynntist manninu mínu snemma á minni lífsleið eða aðeins 16 ára gömul og náðu við 40 ára sambandsammali áður en hann lést af sínum veikindum. Þegar ég var 22 ára, þá eignuðumst við okkar fyrsta barn. Lífið breyttist á því leyti að nú var miðpunkturinn þetta litla barn og ábyrgðin sem fylgdi því að vera foreldrar. Skemmtanalífið fjaraði núna út fyrir utan einstaka tilfelli. Við bjuggum í 60 fermetra íbúð sem við höfðum fjárfest í þegar ég var 18 ára. Allt gekk vel og lífið bara yndislegt. Og það hélt bara áfram sem vanagang. Ég starfaði sem líkamsræktarkennari eða leikfimiskennari og æfði kraftlyftingar af mikilli elju. Tíminn leið, litla stúlkan okkar óx og var orðin 5 ára þegar von var á öðru litlu barni. Annað stúlkubarn leið dagsins ljós rétt eftir að við fluttum í gamalt hús hérna í Hafnarfirði sem við ætluðum að gera upp. Á þeim árum, frá því að ég var cirka 18 ára, þar til að ég átti mitt annað barn, 27 ára, þá hafði ég fundið fyrir einhverjum óróleika innra með mér, sem kom og fór. Ég skildi ekki hvað var að gerast. Ég átti yndislega mann, ég átti 2 yndislega dætur og ég átti stóra og rúmgóða íbúð og bíl. Hvað þurfti ég meira? Ég var farin að skoða í kringum mig hvað geti fyllt þetta tómarúm hér innra með mér, hjarta mínu. Já, ég dróst inn í hið dulræna, inn í hið óþekkta. Og á þessum nokkrum árum prófaði ég allt þetta sem ég nefndi hér í upphafi. Í hvert skipti sem ég kom inn á nýjan stað, þá hafði ég varan á mér og ég spurði sjálfa mig að því af hverju ég væri þarna. Ég man til dæmis eftir því þegar ég var stödd í svokölluðum bænarhring að þegar ég settist niður og fólk var að koma sér fyrir að þá var ég að velta fyrir mér af hverju það var engin biblía sjáanleg og engin kross. Ekki það að ég hafi verið að lesa mikið í biblíunni en einhvern veginn vildi ég tengja þetta saman. Samt vissi ég ekkert hvernig svona farið fram því ég hafði aldrei verið í bænarhring. En ég vissi eftir þetta eina skipti að ég vildi ekki fara aftur. Guð Faðir og Jesú komu aldrei fyrir í þessum bænarhring og mér leið ekki vel eftir þetta.
Annars skipti fór ég á opinn fund eða skyggnulýsingafund sem var upp í Gerðuberg í Breiðholti. Þegar ég kem inn í salinn, að þá var hann fullur af fólki. Ég kemi fyrir og á sama hátt fer ég að velta fyrir mér hvar biblíurnar séu. Þá stígur maður fram og kynni sig og segist vera prestur hér í Reykjavík. Svo ég hugsa, jæja, hann þó allavega prestur, en það var einhver óróleiki innra með mér. Ég man ekkert hvað hann nákvæmlega sagði fyrir utan eitt sem var sláandi og það var. Hann sagði, fullum fetum, að Jesús hafi verið mesti miðill sem uppi hafi verið. Þá stakk mig eitthvað. Mér fannst þetta ekki vera rétt, en ég kláraði þennan fund og fór svo mína leið. Allan þann tíma sem ég var leitandi og fór á hina ýmsu staði til að finna svör og fylla tómarúmið, voru alltaf einstaklingar í kringum mig sem sögðu við mig, Magnea, þú átt ekki að vera að fikta við þetta. Það stendur í Biblíunni að þetta bannað. Þegar ég baði að sýna mér hvar þetta stæði í Biblíunni og hvað nákvæmlega stæði, að þá gátu þau það ekki. Þau þekktu ekki orðguðs nægilega vel til að opna hana og sýna mér nákvæmlega hvar þetta stendur. Það var samt svo mikill hroki í mér. Ég vissi, ég var að gera eitthvað rangt, ég fann það innra með mér, en þegar þau eru að reyna að leiðbeina mér, að þá segi sýni mér þetta. Móðir mín og maðurinn hennar voru búin að vera að byggja sumarbústað í nokkur ár og fóru við því nánast á hverjum einastu helgi yfir í sumartíma til að hjálpa til og líka bara til að njóta. Og gríðarlega falleg fegur þarna og kyrrðin í sveitinni. En þarna í þessum sumarbústað var mamma með stóra gamla Biblíu. Hún var bara þarna og það virtist einhvern veginn vera nóg. Hún var þarna bara á borðinu alltaf og það bara var einhvern veginn nóg. Þar til einn daginn í ágústmánuði að ég opna Biblíuna og byrja að lesa. En það segir ég bræður að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Sjá, ég segi þur leyndardóm, vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum mun gjalla og þá munu hinnu dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega íklæðast ódauðleikanum. En þegar þið forgengilega íklæðist óforgengileikanum og dauðlega ódauðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað er. Dauðinn er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? Hvað þýðir þetta allt saman? Sagði ég hugsi við móður mína. Þetta var svo torskilið, ég bara, hvað þýðir þetta? Í framhaldi sagði ég við hana, mikið væri nú gaman að komast einhvers staðar á námskeið til að læra að lesa Biblíuna. Ég var komin heim aftur, lífi gekk aftur sinn vanagang, en óróleikin og tómleikin virtist bara versna hið innra með mér. Ég var á leið á miðilsfund, einkatíma. Mér var boðið inn í herbyggi rétt eins og áður og byrjaði ég á því að skima eftir Biblíu eða kross, en sá ekkert. Hann byrjaði að tala, en virtist bara ekkert geta sagt mér neitt. Ég vissi svo sem ekkert við hverju ég ætti að búast, en hann nefndi ofta að það væri mikið skært ljós í kringum mig. Hann sagði eiginlega ekkert annað, en jú, það er verið að koma með blóm til þín. Svona lauk hann þessum miðilsfundi. Ég veit ekki hversu langan tíma þetta tók, kannski 5 mínútur. En þegar við komum fram var ég rukku fyrir tíman og ég var mjög hneyksluð. Þegar ég var í bílnum á leiðinni heim var sem ég heyrði innri rödd segja með mér, eða við mig, Magnea, þetta
verður í síðasta skipti sem þú gerir svona. Og ég bara samþykti það með sjálfur mér. Mér brá, en ég sagði já, þetta í síðasta skipti sem ég gerir svona. Ágústmánuður leið og dagarnir voru farnir að teygja sig inn í september. Móðir mín hringir í mig einn daginn og spyr mig hvort ég sé búin að sjá miðana sem verið að dreifa í hús. Nei, sagði ég, það ekki komið neitt svoleiðis til mín. Hún flýtti sér þá að segja að það væri verið að auglýsa biblíunámskeið og það myndi byrja núna í september. Hugsið ykkur, vinir, mér langar að skjóta það hérna inn. Hugsið ykkur hvernig Guð heyrir. Í ágústmánuði, cirka miðjan ágústmánuð, þá ég að lesa þessi orð og ég segi, mikið væri gaman að fara eitthvað staðar á biblíunámskeið þar sem verið að kenna orð Guðs. Ég fer á einkafund þarna, miðilsfund þarna í millitíðinni, svo miðarnir komnir inn. Guð svarar. Hann heyrir í okkur. En fullara áhuga fórum við mamma og opinberunarnámskeið hjá honum Steinþóri Þórðarsyni, okkar indælega presti hérna, sem var haldið hérna í gamla íþróttahúsinu niður í Hafnarfirði og þetta var árið 1993. Salurinn, vinur, hann var svo fullur af fólki eða 250 manns eða fleiri. Þarna þurfti ég ekkert að skima eftir biblíunni. Heldur var mér gefin biblía þegar ég gekk inn í salinn og allir fengu gefins biblíu og námsefni. Þetta námskeið stóðst allar mínar væntingar, aftur þurfum við tölum með væntingar, og miklu meir en það. Og tómarúmið sem ég hafði svo lengi fundið fyrir varð fullt af nærveru Guðs og bara gleðin sem að fyllti allt. Ég bara get ekki lýst því. En þið veltið þið ef þið vill fyrir ykkur hvers vegna ég að deila þessu öllu með ykkur hérna. Jú, allt þetta ferli rifjaðist upp fyrir mér þegar ég heyrði prest, núna í síðasta mánuði, tala líf eftir dauðan. Og eftir því sem hann talaði meira, þá var alveg ljóst og augljóst í mínum huga að hann var kominn inn á braut spíritisma. Hjarta mitt fylltist sorg þegar ég heyrði prest sem talar í kirkjum landsmanna, tala slíka villu. Mér varð hugsað til prestsins sem stóð fyrir framan fullan sal af fólki á sínum tíma og sagði að Jesús hefði verið mesti miðill allra tíma. Ég hugsaði að það ekki skrítið að almenningur hafi litla sem enga þekkingu á orði Guðs þegar prestarnir sem eiga að flytja okkur boðskap drottins þekkja hann ekki sjálfir. Ég svo þakklátt, vinir, að Guð leiddi mig til Steinþórs á sínum tíma og litla barnatrún mín sem ég hafði ekkert þroskað með mér frá því að ég var barn og unglingur byrjaði að vaxa og blómstra aftur. Ég man svo vel kvöldi sem hann Steinþór talaði dauðan og hvernig hann sýndi okkur hvert versið á fætur öðru, dánar heima. Þarna sá ég það svart á hvítu hvað vinir mínir á sínum tíma voru í sínum veika mætti að reyna að segja mér. Fyrstu versin sem mig langar að deila með ykkur svohljóðandi. Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sái láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sái farið með galdur eða spár, eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sái leiti frétta fram liðnum. Því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur. Úff, ég skal segja ykkur það, að ég var bæði slegin að heyra og lesa þetta, að hver sá sem gerir eitthvað af þessu drottni andstyggilegur. Og ég sem hélt ég væri bara litla saklausa barnið hans Jesú. Jú, ég var það, en ég var að fara svo ranga leið og búin að leita á svo röngum stöðum. Og ennþá finnst mér sláandi þegar fólk tekur þátt í einhverju af þessu, hvað þá þegar þetta hljómar
Vinir, á öldum ljósvakans og það búið að glimja gríðarlega mikið núna undanfarið og það verið að tala að þetta allt svo spennandi, þetta allt svo skemmtilegt og gerum þetta bara að gamni okkar. Nei, vinir, ég flett upp nokkrum orðum af þessum orðum sem hafa talið upp hérna í orðabók og þar segir, vinir, spásagna maður, það spákona, völva, hvað ekki alltaf verið að koma með völvu í byrjun ársins og kona sem spáir í bolla, særingamaður, það galdramaður, andasærandi og það stendur hérna draugur, það var eitt af orðanum hérna með, fjölkingi, galdur, töfrar, dulúð og óhugnaður, töframaður, sjónkverfingamaður, galdramaður, að leita frétta af framliðnum, það eru sem dánir einstaklingar hjá miðlum. Margar hugsanir flugu gegnum huga minn þegar ég sat þarna á þessu námskeið hjá honum Steinþór á sínum tímavinir. Hvers vegna er það að leita frétta af þeim sem dánir eru? Á hverju var það Guði andstig? Jú, ástæðuna má finna strax á fyrstu köflum Biblíunnar þar sem Drottinn segir við hjónakornin Adam og Evu, vinir. Býtu fóru nú, hvernig fyrir tilbaka? Já. Drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og íls máttu ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Guð sem skapaði allt, himinin, jörðina, allar skepnur, allan gróður og mennina og öllu þessu gaf hann líf. Hvað merkja þá þessu orð að þau muni deyja? Aftur fletti ég upp í orðabók til að athuga orðið dáin. Þar segir, dáin er upphafsorðið, svo kemur örendur, lífvana eða líflaus. Og ef manneskja er lífvana eða líflaus, þá hlýtur það að segja sig sjálft að hún er án lífs, ekki satt. Manneskjan er ekki til, hún er dáin, hún er lífvana, hún er laus við líf. Hvaðan kemur þá boðskapurinn að það sé strax líf eftir dauðan? Jú, við skulum lesa eftirfarandi vers. Höggormurinn var slægarinn öll önnu dýr merkurnar sem Drottinn Guð hafði gjört. Og hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt, þið megi ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði konan við höggorminn að ávöxtum trjánna í aldingarðinum megum við eta, en að ávöxti trésinn sem stendur í miðjum aldingarðinum, á honum sagði Guð, megi þið ekki eta og ekki snerta hann, ella muni þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega muni þið ekki deyja. Þau hjónakornin, Adam og Eva, fjallu á bragði óvinarins og létu tilleiðast að taka bit af ávextinum. Þau dóu ekki strax, en þau fundu strax breyting á sjálfum sér og umhverfi sínu. Siðferði þeirra og þeirra afkomanda tók hann hnigna og lokum dóu þau og dauðin er eitthvað sem við getum ekki sigrað ein og óstudd. Guð sagði, þið munu deyja. En óvinur Guðs og manna, Satan, hann sagði, þið munuð ekki deyja. Til þess að átta sig á hversu alvarleg orð þetta eru, að þá verðum við að byrja því að trúa því að Biblían er orð Guðs, sem eru mörg kærleiksbréf skrifið til okkar mannana. Alveg frá því að maðurinn fjall í synd, hefur Guð Faðir leitast við að ná til okkar mannana í gegnum orð sitt, til að vara okkur við að það er ennþá slægur óvinur á ferð sem ber nafnið Satan, sem notar ennþá þessa lygi að vissulega munu þið ekki deyja. Og honum gengur því miður allt of vel í sinni blekkingu. Lesum fleiri varnaðarorð frá skapar okkar. Þar segir,
Sjá, mínar eru sálirnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær. Sú sálin sem syndgar, hún skal deyja. Sálin minni heldur ekki áfram að lifa samkvæmt þessum texta, heldur deyr hún. Sálin verður lífvana, hún verður án lífs, ekki satt. Og Guð segir sál, sálin. Sjá, sálirnar eru allar mínar. Salómon konungur sem var þekktur allt, bara öll héruð og út vítt og breitt heiminn, hann var þekktur fyrir sína miklu og djúpu visku. Hann skrifaði eftirfarandi: Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið, og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem viðber undir sólinni. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það, því að í dánarheimin þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þeir sem eru dánir eiga aldrei hlutdeild í neinu framar sem er að gerast hér á þessari jörð. Þau vita ekki neitt, það er ekkert að gerast í dánarheimum. Í sumarlandinu, eins og sumir vilja kalla það. Það er enginn að spila golf eða gera nokkuð af því sem þau gerðu áður. Það er nákvæmlega ekkert að gerast í dánarheimum, samkvæmt orði Guðs. Við skulum lesa hvernig Job sá þetta. En deyi maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan. Hvar er hún þá? Eins og vatni hverfur úr stöðuvatninu og fljóti grynnist og þornar upp, þannig leggst maðurinn til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninum. Hér er bæði talað að maðurinn sé dáinn en líka að hann sofi. Til þess að skilja hvað er átt við, að þá skulum við skoða orð Jesú í Jóhannesi 11:11. En Jesús fékk orðsendingu að Lasarus bróðir Mörtu og Maríu væri búin að vera veikur. Og Jesús segir við lærisveina sína: Lasarus vinur vor er sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisveinar hans: Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. Marta sagði við Jesú þegar hann var mættur á svæðið: Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprísinu á efsta degi. Einhver einn dagur, efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprísan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver, takið nú eftir vinir, það er svo oft farið með þennan texta í jarðarförum. En hann segir: Ég er upprísan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífi deyja. Og svo segir hann: Trúir þú þessu? Og Marta talar eitt sérstakann upprísu dag og Jesús minnir hana á að hann er upprísan og lífið. Hann einn hefur vald og kraft til að reisa mannesku upp frá dauða til lífsins. Og svo undirstrekar hann orðina, sá sem trúir á hann, eins og ég var að segja, trúir orðum hans, trúir Biblíunni, muni lifa að eilífu. Þetta er orð Guðs, orð sem Guð hefur talað til okkar. Að lokum í þessum kafla varðandi Lasarus segir Jesús og hrópar hárri röddu vinir:
Lasarus kom út. Hinn dáni kom út, vafinn líkblæjum og fótum og höndum og með sveitadúk bundinn andlitið. Jesús segir við þá, leysið hann og látið hann fara. Hann var laus úr þessari prísund, úr þessu dánar ástandi. Á stórkostlegan hátt sýnir Jesús þeim í verki og staðfesti mátt sinn og vald. Með rödd sinni kallar hann Lasarus út úr gröfinni sem hann hafði dvalið í 4 heila daga. Lasarus vissi ekkert fyrir en hann heyri rödd Jesú kalla á sig. Þannig verður vinir ástand hinna dánu þar til Drottinn kemur aftur. Eins og segir í fyrra Þessalónikubréfinu og 4. kaflanum að þar segir, ekki viljum vér bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum vér yður, og það er orð Drottins, að vér sem verðum eftir á lífi við komu Drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfur Drottinn mun stíga niður að himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýin til fundar við Drottinn í loftinu. Og síðan munum vér vera með Drottni alla tíma. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Já, það verða sumir í gröfinni og sumir eru lifandi þegar Drottinn kemur í skýjunum. Og maður langar svo að sýna ykkur þessa mynd, hún er svo falleg, hún segir svo margt, að Jesús kemur aldrei hingað niður á jörðina. Það eru englar Guðs sem að sækja fólkið og þeir sem eru dánir í trú á Jesú Krist munu rísa fyrstir upp. Svo hinir sem eru lifandi og trúa á Jesú Krist munu fara til fundar við Jesú í loftinu. Þetta er svo stórkostleg mynd hérna. En mér langar að segja ykkur, að segja nefnilega í trúarjátningu stærsta söfniði landsmanna. Hann Jesús mun koma aftur til að dæma lifendur og dauða. Og þá spyr ég bara, ef allir eru þegar á himnum í dag, lifandi þar, hverjir eru þá þessi dauðu sem hann er að koma til að dæma? Ég bara spyr. Kristur var að tala þarna við lærða menn og hann segir við þá, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því að hann er lýgari og lyginn af faðir. Það er stöðugt verið að halda því að okkur að vissulega munu þau ekki deyja. Lyginn af faðir sem talar ekki samkvæmt Guðs orði er enn að blekkja sköpun Guðs og hann verður að því þar til Drottinn kemur aftur. En þarna stendur, og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, sumir til eilífs lífs, sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Enn og aftur erum við minnt á það að sumir eru sofandi í dufti eða í mold jarðarinnar. Af moldu ertu komin, af moldu skaltu aftur verða, af moldu skaltu upprísa. Þegar Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk, rödd Drottins mun kalla þau út úr gröfin sínu líkt og þegar Lasarus reis upp. Og þeir sem hafa lagt allt sitt traust á Jesú Krist munu vakna á upprisi deginum, upprisi morgninum til að lifa alla eilíð með Guði.
þá verða allir á himnum. Vinir, Guð elskar mennina en hann hatar syndina og öllu því böli sem að hún veldur okkur. Því Guð ekki sáttur þegar einhver snýr út úr orði hans, skælir það og bókstaflega lýgur. Honum alvara í hverju orði sem hann talar út og sjáum hvernig hann talar við Esekiel í 3. kaflanum. Að liðnum 7 dögum kom orð Drottins til mín svo hljóðandi: Mannsson, ég hef skipað því varðmann yfir Ísrael. Þegar þú heyrir orð af mínu munni, skalt þú vara þá við í mínu nafni. Ef ég segi við hinn óguðlega, þú skalt deyja, og þú varar hann ekki við og segir ekkert til þess að vara hinn óguðlega við óguðlegri breytni hans, til þess að bjarga lífi hans, þá mun hinn óguðli að vísu deyja fyrir misgjörð sína, en blóðs hans mun ég krefja af þinni hendi. En varir þú hinn óguðlega við og snúi hann sér, þó ekki frá guðleysi sínu og óguðlegri breytni sinni, þá mun hann deyja vinir eilífinn dauða fyrir misgjörð sína, en þá hefur þú frelsað sál þína. Prestar, predikarar og bara allir sem Guð hefur kallað til að bera út orðið hans bera mikla ábyrgðinir. Guð biður alla þá sem nefna nafn hans og nafn og kenna sig við hann að tala út og kenna orð Guðs eins og hann hefur talað það. Þess vegna stend ég hér og tala þessi orð, varnaðarorð Drottins. Vegna þess að ég var einu sinni í þeim sporum að leita í hið dulræna, hið óþekkta, öðru nafni spiritisma, því ég vissi ekki betur. En lofsi Guði að ég fekk frábæra kennslu í orði Guðs sem leiddi mig burt frá þessari villu. Ég stend hér í dag, vinir, í veikum mætti, en í styrk Drottins því mér ofbauð að heyra lærðan prest eina ferðina enn tala frjálslega spiritisma. Guð vissi hvernig ástandi myndi verða, því segir hann í gegnum spámann sinn Jesaja 9:16. Því að leiðtogar þessa fólks leiða það afleiðis og þeir sem láta leiða sig tortímast. Leiðtogarnir leiða fólkið, en þeir sem láta afleiða sig, þeir munu tortímast. Þú sem á hlýðir, þú berð mikla ábyrgð á þínu lífi. Það á þínu valdi að rannsaka og skoða orð Guðs. Guð hefur gefið okkur frjálsan vilja, vinir. Við getum farið hvert sem við viljum. Hann gaf mér þennan frjálsa vilja til að fara út og skoða, leita, þreifa mig áfram. En leið og ég talaði mig langar til að lesa orðin, mig langar að kunna hvað stendur í orðinu. Hann leiddi mig alveg eins og skot og við höfum ábyrgð okkar lífi, vinir. Biblían opin bók og ætluð öllum. Ekki láta leiða þig af leið ef leiðtogar sem kenna sig við nafn Guðs tala ekki samkvæmt orði Guðs. Og þá segi ég, vinir, að því ég hef reynslu af þessu sjálf, komdu þér þá í burtu frá slíkum leiðtogum. Versin sem ég hef verið að deila með ykkur í dag eins og dropi í hafið af öllu því efni sem Drottinn talar í Biblíunni. Því hvet ég þig sem ert að hlusta eða að horfa á netið svo til að fara inn á heimasíðan okkar boðun.is. Því þar getur þú fundið miklu meira efni ástandina dánu. Og annað, vinir, að því ég talaði bara ástandina dánu núna, en hverju koma fram á miðilsfundum? Það er líka áhugavert að skoða það. Og þetta er allt þarna efni inn á boðun.is, inn á heimasíðan okkar. Það er hver lærdómurinn fætur öðru í orði Guðs og ég hvet ykkur til að fara þarna.
endurkomu Drottins, hvíldardag Drottins og alls konar fræðslu sem Steinþór Þórðarson og fleiri kenna þarna inni. Og ég hvet ykkur vinir að fara inn á boðum.is og skoða það. Hver kemur fram á miðilsfundum ef það ekki látnir ástvinir okkar? Ég ætla að leggja það í ykkar hendur. En í lokin vil ég að þú gleymir því aldrei að þú ert sköpun Guðs og hann elskar þig og honum annt þína andlegu og líkamlegu vegferð. Ekki láta þig reika í blindni, taktu frekar ábyrgð á þínu andlega lífi í dag og leitaðu Drottins af öllu hjarta. Þegar þú gerir það, þá munt þú finna það sem þú leitar að. Drottinn bless ykkur og sérstaklega þeir sem eru þarna úti, þekki ekki boðskapinn, ég bara hvet ykkur til að leita vinir. Og bara Drottinn blessi þá sem að leita, virkilega af öllu hjarta, blessi þá í þeirri leit. Takk ykkur fyrir vinir.